Hætta er á klassískri íslenskri kollsteypu í efnahagslífinu í framhald af núverandi þenslu, segir prófessor í viðskiptafræði. Stjórnvöld og Seðlabankinn verða að halda vöku sinni. Núverandi ástand í efnahagslífinu gæti leitt til klassískrar íslenskrar kollsteypu, segir prófessor í viðskiptafræði. Hann hvetur stjórnvöld til að halda vöku sinni og auka ekki fjárfestingar. Það eru ýmis teikn á lofti uppgang á ýmsum sviðum þjóðfélagsins. Fjárfestingar að glæðast að nýju, meðal annars eru nýlega komin til landsins eða væntanleg 13 ný skip til veiða og 2 fraktskip. Þá eru fyrirhugaðar 3 kísilverksmiðjur í Helguvík, á Grundartanga og Bakka. Það hefur svo ekki farið framhjá neinum að ferðamenn streyma hingað í áður óþekktu magni og virðast vera duglegir að verja peningum hér á landi í hvers kyns afþreyingu og upplifun. Met var sett í veltu erlendra korta hér á landi í júní. Íslendingar sjálfir virðast svo nota korti sín meira en áður. Samkvæmt upplýsingum sem Íslandsbanki hefur tekið saman hefur vöxtur á einkaneyslu verið myndarlegur undanfarið. Nýumsamdar launahækkanir sem í flestum tilfellum nema 17–20% gætu spila þar stóran þátt. Iðnaðarmenn finna líka fyrir bættu gengi en byggingakranar eru töluvert sýnilegri en oft áður víða bæinn. Já, það er greinilega uppgangur. Byggingariðnaðurinn hefur farið upp á síðkastið. Til dæmis vinna nú 60 iðnaðarmenn hörðum höndum að framkvæmdum í miðbænum. Gísli segir að vel hafi gengið að ráða í störf hingað til, en menn finni fyrir því að farið sé að þrengjast mannskap á markaði. Við finnum fyrir því að menn eru að hugsa heim og það eru menn komnir heim og við höfum verið að ráða menn sem hafa verið að koma frá Noregi. Ég myndi segja að þetta væri bara kærkomið fyrir okkur iðnaðarmenn og það er bara nóg að gera núna. Sérstaklega, við fengum að kynnast því hérna eftir hrunið að það var ekki skemmtilegir tíma þá, en við sjáum bara bjarta tíma framöndan. Prófessor í hagfræði segir mikilvægt að halda núverandi ástandi í efnahagsmálum og því þurfa að hafa varan á svo ekki fari illa. Það væri mjög grátlegt í raun og veru ef við myndum missa þetta úr böndunum núna. Stjórnmálamenn verða að halda að sér höndum í nýfjárfestingum og Seðlabankinn gegnir sérstaklega mikilvægu hlutverki við vaxtastýringu á þessum punkti. Já, hættan er svo að við tökum svona hefðbundna íslenska kollsteypu. Þá er ég ekki að tala bankabólu og bankahrun heldur svona sveiflu sem við þekkjum vel úr íslenskri hagsögu. Hún felist í klassískri íslenskri eftirspurnarsprengju sem fari að lokum út í verðlag og hafi áhrif á gengi og endi oft illa með sársaukafullri aðlögun í lokin. Þannig enda þessar sveiflur yfirleitt. Og þetta er það sem ég vona að við berum gæfu til að forðast.